Ég útskrifaðist sem sjúkraliði árið 2019. Byrjaði síðan að vinna bara yfir sumarið á bráðalyflækningadeild. Í kjölfarið því þá fór ég í lögfræðinám í Háskólanum í Reykjavík. Síðan kemur COVID og það óskað eftir sjúkraliðum í Bakarásveit. Ég ákvað að skrá mig bara strax en hafði það sem forsendu að ég myndi ekki geta komist fyrr en eftir að lokaprófin væri búin. Háskólinn í Reykjavík ákveður síðan að leyfa þeim nemum sem eru með svona viðunandi árangur yfir önnina í verkefnum og svoleiðis að sleppa lokaprófum og fá bara staði einhvernar. Þá fannst mér ég ekki lengur hafa nein rök til þess að koma ekki strax. Hjartað kallaði, mig langaði að mæta í vinnuna, mig langaði að fara að hjálpa. Ég fekk síðan bara símtal strax daginn eftir ég breytti umsókninni minni að ég geti komið strax og beðin að koma á smitsjúkdómadeildina, A7. Að vinna á smitsjúkdómadeild í miðjum COVID-faraldri var alveg gríðarlega krefjandi, en á saman tíma líka alveg ótrúlega lærdómsríkt. Upplifunin var allt önnur heldur en ég gerði ráð fyrir hún yrði. Maður var búin að undirbúa sig fyrir alveg mikið álag, en síðan kom svona í ljósi álagið var öðruvísi heldur en ég ímyndaði mér að myndi vera. Maður þurfti svolítið að vera þarna til staðar í staðinn fyrir aðstandendur sjúklinga því að þeir gátu ekki heimsótt á. Sjúkraliðar og hjúkrunarfræðingar hafa átt alveg gríðarlega gott samstarf núna á tímum COVID og hef séð margar mjög svona tilfinningaríkar myndir af þessu góða samstarfi og það hefur glatt mig gríðarlega að sjá bara hvað þetta góða samstarf hefur skilað okkur góðri niðurstöðu. Sjúklingurinn kannski á tímum COVID horfði á okkur og sá bara eina sýn. Við vorum öll klædd í eins hlífðarbúninga og hér á bráðamóttökunni vorum við alltaf í hlífðarbúningi þegar við sinntum sjúklingum. Við erum með grímurnar og gleraugun og við heyrum illa með hetturnar á höfðinu og röddin okkar og óskýringarnar grímurnar, þannig að það skipti alveg ennþá meira máli að samskiptin væru skýr og bein og að traust myndi ríkja á milli sérstaklega hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða. Starfsfólki mátti ekki vera nálægt hvort öðru í hvorki kaffitímum né á vinnustöðum, nema náttúrulega þegar það sinnti sjúklingum, þá náttúrulega fór það í hlífðarbúning og eftir eitt erfitt og krefjandi tilfelli þar sem þegar því var lokið, að það gátu hjúkrunarfræðingur og sjúkraliði fallist í faðma af því þau voru í hliðarfatnaði og það tók einhver ljósmynd af þessari stund sem að síðan var málað málverkaf og það hangir núna upp á kaffistofu hjá okkur til að minna okkur á það hvað hjúkrunarfræðingur og sjúkraliðar eiga gott samstarf. Teymisvinna sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga er ótrúlega mikilvæg, ekki bara fyrir sjúklinginn sjálfan heldur líka fyrir hjúkrunarfræðingana og sjúkraliðana, því að við erum stoð hvors annars að stytta líka oft í gegnum erfiða tíma. Og það var svo ótrúlega fallegt að sjá þessa mynd þarna sem var tekin á bráðamóttökunni, af því að þetta augnablik kannski næst ekki ofta á filmu, en þau eru ekki sjaldgæf. Nám sjúkraliða er náttúrulega 3 ára innám á framhaldsskólastigi, en námið hefur þróast alveg rosalega mikið á síðustu misserum. Kröfur sem eru gerðar eru miklu meiri og þekkingin sem að nýútskrifaðir sjúkraliðar hafa í dag er meiri heldur en hún var áður. Og ég hef samanburði núna eftir að hafa verið í lögfræðinámi og ég get alveg sagt að sjúkraliðanámi er krefjandi og það er alveg fullt sem maður lærir þar. Svona dæmigerður dagur hjá sjúkraliða er við mætum í vinnuna, við fáum rapport frá vaktinni sem að fara. Við síðan sitjum og lesum, kynnum okkur sjúklingana okkar og á meðan við lesum okkur til sjúklingana okkar þá setjum við upp svokallað svona hjúkrunaráætlun. Við gerum þetta síðan í samvinnu við hjúkrunarfræðingana og ákveðum okkar markmið hvað við ætlum að gera og hvernig við ætlum að ná þeim hjúkrunarmarkmiðum sem að sett eru. Stór þáttur í því sem við gerum er þetta stöðueftirlit sem við höfum með sjúklingum. Við náttúrulega framkvæmum allar lífsmarkamælingar, við sinnum böðun sjúklinga þannig að við erum þeir sem framkvæmum oft þetta mat á ástandi, líkamlega ástandi sjúklings. Við eyðum miklum tíma með sjúklingnum og tölum við hann. Náttúrulega þetta eru rosalega persónuleg tengsl sem að verða í kringum þessa nærhjúkrun. Þannig að við fáum ofta aðeins dýpri innsýn inn í líðan og ástand sjúklinga heldur en margir kannski hefur haldið og það er rosalega mikilvægt líka fyrir okkur að geta sigtað út hvað upplýsingar skipta máli og koma þeim síðan áfram til samstarfsaðila okkar. Það mætti það segja að sjúkraliðar séu augu og eyru hjúkrunarfræðinga og lækna og rödd sjúklingana. Núna er ég að vinna á A2 og ég verð þar í sumar.
Mér finnst alveg æðislegt að vinna þar og fólki sem ég vinn með líka alveg æðislegt. Ég rosalega oft spurð að því af hverju sjúkraliði ákvað að fara að læra lögfræði, af hverju ákvaðst að taka þessa uppbyggju í lífinu. Fyrir mér það alls ekki þannig. Mér finnst þetta vera rosalega eðlilegt framhald. Sjúkraliðar vinna náttúrulega í þessum nánu samskiptum við fólk og eru oft að leiðbeina þeim í gegnum erfiðustu aðstæður lífs þeirra. Það er ekkert endilega öðruvísi að vera lögfræðingur á þann hátt sko. En ég sé alveg fyrir mér að það sé mjög mörg svið innan lögfræðinnar sem hægt að nýta þekkingu sjúkraliða. Það eru ýmis svið eins og til dæmis bara medical law er alveg stórt fyrirbæri í Bandaríkjunum. 12. maí var náttúrulega 200 ára afmæli Florence Nightingale og vika hjúkrunar er nýliðið á spítalanum og það er rosalega mikilvægt kannski að segja frá því að Florence Nightingale og hennar kenningar tala ekkert minna til sjúkraliða heldur en að þeir gera við aðrar stéttir hjúkrunar. Rosalega stór partur af öllu starfi sjúkraliða snýr að kenningum Florence Nightingale. Kenningar Florence Nightingale snúast umhverfi og gott loft, góða næringu, hreinlæti og að það sé skipta rúmunum. Þetta er okkar helstu störf og mjög mikilvægt að hafa í huga að þetta talar mjög mikið til okkar líka. Það er alveg sama hvað þú tekur þér fyrir hendur, þetta nám kemur alltaf til með að nýtast manni, alltaf, á öllum stöðum.